Komið sæl og blessuð og velkomin í nýsköpunarhádegi á Norðurlandi sem að Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi eystra og Norðurlandi vestra standa fyrir í tengslum við nýsköpunarvikuna. Ég heiti Elva og verkefnastjóri SSNE og ég ætla að leiða þennan viðburð í dag, en þetta 4. hádegisstreymið okkar núna í nýsköpunarvikunni. En öll streymin okkar eru aðgengileg á heimasíðum okkar eða Facebookasíðum okkar. En mér langaði líka að minna á hugmyndaþorpið sem fór í loftið hjá okkur á 5. sem aðgengilegt á heimasíðunum okkar, en það hugmyndakeppni sem að vegleg verðlaun eru í boði. En í dag ætlum við að fjalla nýsköpun í menningarmálum og við höfum fengið til okkar góða gesti, en það Þuríður Helga Kristjánsdóttir, framkvæmdastjóri Menningarfélagsins Akureyrar, og hann Áskell Heiðar Ásgeirsson frá 1238 The Battle of Iceland, og hlökkum mikið til að heyra frá þeim. En hún ætlaði bara að minna á þetta hendið inn spurningum á Facebooki hjá okkur sem við getum borið upp, og en ég ætlaði bara að bjóða hana Þuríði velkomna. Já, takk fyrir það, Elva. Þú mátt bara deila skjánuðinum þegar þú klár. Já, ég vona að það... Þú ætlaðir að vera með erindi sem heitir hugmyndaauðgi, listir og nýsköpun. Já. Mjög spennandi. Já, ég ætla bara að byrja að kynna mig. Ég heiti Þuríður Helga og framkvæmdastjóri Menningarfélags Akureyrar. Við rekum Sinfóníuhljómsveit Norðurlands, Menningarhúsið Hof og Leikfélag Akureyrar. Og ég ætla aðeins að tala þetta verkefni sem við erum með, sem rauninni verkefni Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands, upptökur á kvikmyndatónlist fyrir erlendan afþreyingaiðnað, og líka svona aðeins úr hverju þessar hugmyndir spretta, hvernig þetta verður til. Og nú ég kannski með glærurnar mínar og fyrirlesturinn á sama skjá, svona ákveðin erfiðleikum bundið þegar maður að flytja svona online hvaða skjái maður með á hverjum tíma. En allavega að þá þessi innviða uppbygging í nýsköpun, hún skiptir svo miklu máli. Því að hér á Akureyri erum við þetta með tónlistarskóla sem hefur verið starfandi 60-70 ár, og við erum með Sinfóníuhljómsveit sem að vera 30 ára, og hér var reist menningarhús fyrir 10 árum. Og það ákveðnar forsendur fyrir því að verkefni okkar, upptökur á kvikmyndatónlist, verði til. Og nú ætla ég að reyna að skipta glæru á sama tíma sem ég með hérna. Og það þessir innviðir. Við erum með þetta stórglæsilega menningarhús og tónlistarskóla í sama húsi, og við fáum þetta til okkar mjög hugmyndaríkt fólk. Og það einmitt það sem skiptir auðvitað öllu máli. Hugmyndaríki, hugmyndaauðgi og áræðni. Það auðvitað ekki einfalt að hefja ný verkefni, og frumkvöðlastarfsemi, hún krefst elju og þolinmæði eins og við þekkjum. En hérna á Akureyri og í Hofi þá höfum við verið einstaklega heppin, því að hingað hafa raðað saman hæfileikaríkt og framtakssagt fólk. Og þetta fólk ásamt þessum sterku innviðum hafa gert það að verkum að hér orðinn til nýr iðnaður. Þetta nýr starfsvettvangur, og þetta eftirsóttur starfsvettvangur sem krefst háskólamenntunar í tónlist meðal annars, en líka háskólamenntunar í upptökustjórn og verkefnastjórn. Og það auðvitað heilmörg afleidd störf sem verða til í kjölfarið. Því að alls staðar þarf þetta fólk að borða og gista ef það kemur hingað annars staðar frá á Akureyri. Og þessi nýja atvinnugrein, hún keppir rauninni á heimsmarkaði. Því að hingað hafa komið og tekið upp verðlauna upptökustjórar og verðlauna tónskáld, og við erum með titla sem eru rauninni, við erum að vinna rauninni með Netflix, við erum að vinna með BBC, við erum að vinna með Sony, og
við erum að vinna bæði fyrir kvikmyndaiðnaðinn og tölvuleikjaiðnaðinn, sem í rauninni afskaplega stór iðnaður og í rauninni stærri heldur en kvikmyndaiðnaðinn. Við erum oft í þeirri aðstöðu að við getum ekki tjáð einu sinni hvaða titla við erum að vinna við, því þetta á svona viðkvæmu stigi þegar þetta kemur hingað inn að það sé verið að þróa nýja leiki eða eitthvað þess háttar. En við erum allavega afskaplega stolt af þessum verkefnum og það sem kemur líka til er það því að við bjóðum hágæða spilamennsku og við bjóðum upp á gæði í allri vinnu og verkefnastjórn og við bjóðum líka upptökustjórum upp á einstakt umhverfi. Það þessi nálægð við náttúruna hérna á Akureyri, þetta hæglætislíf sem hægt er að upplifa þegar upptökum er lokið og vinnudegi lýkur, að þá getur við komist bara beint út í náttúruna og fengið endurnæringu frá umhverfi. En ég vil líka aðeins tala hvernig við fóstrum þetta umhverfi nýsköpunar. Því auðvitað verður þetta til af ástæðu. Við erum hérna, eins og ég segi, með tónlistarskóla og við erum með menntaskóla og framhaldsskóla, þar sem að listir og skapandi hugsun skipta máli og hugmyndaauki, sköpunargáfa og skiptir öllu máli þegar að kemur að nýsköpun. En það þetta hlutverk listarinnar að stækka heiminn, að horfa hann frá ólíkum sjónarhornum og koma fram með tillögur og hugmyndir. Og við þekkjum auðvitað ótal dæmi þess úr listasögunni að það verði til framþróun í iðnaði út frá listasögunni, eða út frá listinni. Og við þekkjum auðvitað þetta life imitates art. En til dæmis aðferð sem alveg var allt of þróaði, var til þess að það urðu til ný form í húsgögnum og byggingarlist sem áður höfðu ekki sést. En það var að laminera tré og út úr þessari vinnu koma þessir gullfallegu og heimsfrægu stólar sem að listamaðurinn þróaði. En listamenn þurfa að treysta innsæi sínu og eðli sínu og þeir hafa ákveðna þjálfun í gegnum nám sitt og störf til þess að sjá hluti út frá ólíkum hliðum og í ólíku samhengi. Og listamenn hafa ákveðna þörf til þess að þróast og læra nýja hluti. Því það líka ákveðin frumleiki sem skiptir máli hjá listamenn þegar þeir eru að skapa sinni list. Og við erum með ótal dæmi það hvað listir og skapandi hugsun skiptir líka miklu máli bara fyrir viðhorf fólks til samfélagsins sem það býr. Og eitt mjög skemmtilegt dæmi sem að mér finnst afskaplega áhugavert höfuðborg Albaníu, Tirana. En þá það sem sé bæjarstjóri sem að ákveður það að breyta gömlum sovéskum byggingum og glæðar lífi utanfrá, þannig að það sé ekki bara eingöngu lífið innan heldur sem sést, heldur að það sést sem sé lífið utan á byggingunum og skapandi eiginleikar fólks. Og úr þessari vinnu að þá byrjaði fólk að taka meiri þátt í samfélaginu, það hafði aukinn áhuga á að fegra umhverfi sitt og tekur þátt til dæmis eins og hérna stendur á glærunni, það tekur þátt í því að borga sér skatt sem var aflaði gegnum svona vegatolla sem áður voru eingöngu 4% sem að breyttu, en eftir breytingarna þá var það 100% þáttaka í þessari gjaldtöku. Og þetta í rauninni merki þess að það þarf oft bara aðeins að hugsa hlutina frá ólíkum sjónarhorni, hvernig það sem sé, og þá verður til nýsköpun, ný hugsun og framþróun sem áður var ekki fyrirséð. Nú Elva, ég ekki komin upp á skjáinn? Jú, þú ert komin hérna hætt að deila skjánum. Já. Ótrúlega gaman að heyra og þetta eiginlega, eins og þú lýstir þessu fyrst, þetta eiginlega bara stóriðja hjá ykkur. Og ég veit ekki alveg hvort að fólk hafi trúað því þegar við byggðum eða opnuðum menningarhúsið að þetta yrði gjaldeyrisskapandi vinna sem þið væruð að fara í. Já, akkurat. Þetta mikil
þetta er orðin stóra atvinnugrein og við getum einmitt fengið til okkar fólk alls staðar að úr heiminum til að taka hérna upp. Og það í rauninni mjög stórir aðilar. Það svolítið áhugavert líka af því að við fengum náttúrulega Atli Örlygsson býr hér og starfar hér og hans þekking og tengslanett skiptir sköpum inn í þetta. Og það einmitt þessi svona heppni sem ég talaði að það raðast hérna saman einstaklingar sem eru hæfileikaríkir, hafa frumkvæði og áræðni, en á sama tíma erum við gríðarlega ánægð og það hefur verið forsjá hjá stjórnmálamönnum hérna á Akureyri að byggja húsið og náttúrulega á landsvísu, það var bæði Alþingi og Akureyrarbær sem byggja húsið. Og svo það þessi ákvörðun bæjarins að hjálpa okkur með að reisa stúdíó. Og það var eins og flest nýsköpunarverkefni, það þarf ákveðin sannfæringarkraft til þess að starta svona nýjum verkefnum. Og það var á einu fundi sem við sátum þar sem vorum að reyna að sannfæra fólk um þetta væri góð hugmynd, að þá segi ég, já, í rauninni ef þetta verkefni klikkar, þá afraksturinn frábært hljóðver á Akureyri. Og það í rauninni áhættan var sú að það sem eftirstæði var að hér frábært hljóðver, ef að kvikmyndatónlistarverkefnið hefði ekki gengið upp. Og núna erum við með þetta glæsilega hljóðver og við erum með þessa frábæru upptökur sem að skipta hljóðfæraleikara mjög miklu máli og hafa skipt hljóðfæraleikara í COVID-inu öllu máli að geta bæði viðhaldið færni sinni og spilafærni og tekið þátt í atvinnuskapandi verkefni. Og þið hafið verið í þessum verkefnum núna í COVID meðan voru ekki hægt að halda tónleika? Já, þá hafið við getað haldið sem sé upp í starfseminni og verið með 14 upptökur á síðastliðnum mánuðum. Og þetta náttúrulega veltir, skiptir gríðarlega miklu máli bara í heimilisbókhald hljóðfæraleikara og veltur náttúrulega fyrir menningarfélagið. Og við erum svo ánægð með hvaða sem sé viðskiptavinum við erum að fá. Við erum að fá BBC, við erum að fá Netflix, við erum að fá Sony og byrjum strax á svona svolítið háum standard. En forsenda þess að þessi viðskipti koma aftur við erum að veita mjög góða þjónustu. Og það náttúrulega þá gæði spilamennskunnar og verkefnastjórnunar sem skiptir það máli. Og þetta hljóðfæraleikar Sinfóníuna sem þú varst að tala um, ekki? Jú, hljóðfæraleikar Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands sem taka þátt í verkefninu. Frábært, rosa gaman að heyra. Takk fyrir þetta Þuríður og ég ætla að bjóða næst til okkar hann Ásgeir Heiðar. Hann kemur frá 1238, The Battle of Iceland og hann ætlar að segja okkur aðeins og frá. Velkomin Heiðar. Sæl og takk fyrir. Já, ég ætla að segja ykkur aðeins frá þessu verkefni okkar. Baráttan um Ísland eða Battle of Iceland. Fyrst vil ég nú þakka boðið. Við höfum verið boðið að taka þátt í þessu og gaman að fá að vera með. Og við höfum notið mjög þjónustu við SSMF síðan við byrjuðum hér og fengið þar frábæra aðstoð og gaman að fá að prófa þetta líka. Ég ætla að setja á upp hjá ykkur glærur. Þú kannski segir mér Elva hvort að þetta eins og við ætlum að hafa það. Allt eins og að vera. Glæsilegt. Við opnuðum þessa sýningu okkar hér, þetta fyrirtæki 1238, Baráttan um Ísland, við opnuðum þessa sýningu okkar hér fyrir að verða 2 árum, 15. júní 2019 og síðan hefur nú gengið af ýmsu í ferðaþjónustunni eins og alheimur veit, það ekki að fara nánar út í það. Við erum hins vegar svona að renna á stað aftur núna eftir allar þessar hremmingar og allt komið hér á fullt, búin að opna aftur og ætlum okkur stóra hluti hér á komandi árum. Þessu verkefni var aldrei ætlað að vera eitt skammtímaverkefni, þannig að við hristum þetta nú allt af okkur sem búið og höldum áfram. Við erum fyrst og fremst sýning þar sem við erum að fjalla um Sturlungaöldina og hvað gekk hér á þeim tíma og ég segi ykkur betur frá því núna eftir smá. En ég ætla að nefna aðeins fyrst að því að þessi fyrirlestur fjalla nú öðrum þræði menningarmál, að við erum líka lifandi menningarhús og höfum hér síðan við byrjuðum lagt okkur fram við að vera með viðburði og svona auka viðburðaflóruna aðeins í Skagafirði. Ég er búin að halda
Sturlunga kvöld auðvitað, við erum búin að halda hér ljóðakvöld og ýmiss konar tónleika og erum svona að renna af stað aftur núna eftir hlé í því og erum til dæmis með tónleika með Bríeti hér annað kvöld og Valdimar í næstu viku og svo framvegis. Og næsta haust, svona þegar að sumarvertíðin verður búin, þá ætlum við okkur að stíga meira inn á þann völl og vera virkari hér í svona lifandi menningarlífi í Skagafirði. En ég ætla að tala þessa sýningu okkar. Hér inni sem sagt sögusýning sem að fjallar Sturlungaaldina og nýtir þessa nýjustu tækni, bæði sýndarveruleika og viðbótarveruleika til að miðla sögunni til gesta. Við erum líka að nota svona hefðbundnari miðlunarleiðir sem að flestir þekkja. Það er líka hægt að lesa hér texta á vegg og við erum hér með endurgerðir af munum auk þess að vera með svona uppstiltar leikmyndir. Þannig við erum svona bland af hvort tveggja. Bak við þetta stendur sem fyrirtækis, Skagfirðs fyrirtæki sem ætlar svo að halda áfram að þróa lausnir fyrir miðlun sögu og fyrir aðra lausnir sem snúa notkun á sýndar og viðbótarveruleika í ferðaþjónustu, skólastarfi og víðar. Þannig að við erum ekki bara að hugsa okkur það sem við erum að gera nákvæmlega hér, heldur viljum við vera leiðandi í að innleiða þessa tækni víðar og erum þegar komin á stað með ýmis verkefni í því og ekki síst í skólastarfi sem er mjög spennandi. Hér eru svona örfáar yfirlitsmyndir til þess aðeins að þeir sem ekki hafa komið hingað og horfa á þetta geti glöggvað sig á aðstæðum. Við erum hér með upp undir 1000 fermetra undir í gömlum húsum sem að reist voru upphaflega til að hýsa hér verslun og síðan mjólkursamlag hluti af þeim og þjónaði hér síðustu öld viðskiptavinum kaupfélagsins á ýmsan hátt en voru svo tekin í gegn hérna núna fyrir nokkrum árum gagngert til þess að hýsa þessa sýningu. Og aðeins þessa tækni, því að hún er nú ekki eitthvað sem allir eru að nota alla daga, að þá er sem sagt þessi sýndarveruleiki sem við notum, þarna sjáum við gest hjá okkur komin í fullan skrúða í sýningu. Að þarna hverfur rauninni notandinn út úr tíma og rúmi, augu og eyru og hætta að nema þennan raunveruleika kringum okkur og upplifunin verður þar af leiðandi sterk og þarna sem sagt gesturinn algjörlega kominn inn í rauninni þá upplifun sem hann er að sjá. Við sjáum mynd þarna niðri úr upplifunin okkar og ég sýni ykkur aðeins meira vídeó af því og eftir. Notandi heldur síðan á þessu sem að þið sjáið þarna, svona stýripinna eða fjarstýringu og það verða hans hendur og við leggjum upp með það að þetta sé gagnvirkt. Leggjum ekki upp úr því að notandinn hjá okkur, að gesturinn hjá okkur er ekki bara að koma þarna inn til þess að horfa og njóta þannig, heldur fær hann beinlínis að taka þátt í átökunum. Við lögðum mikið upp úr því, þessari gagnvirkni. Og þetta er sem þetta sýndarveruleikinn, svo erum við að vinna með tækni sem er kallaður viðbótarveruleiki eða viðbættur veruleiki, augmented reality og mér langaði svona að glöggva ykkur aðeins á mismuninum á þessu tvennu að þá ertu sem sagt að horfa í gegnum einhver tæki, einhvers konar snjalltæki og til dæmis að á neðri myndinni sjáum við iPad sem við erum að nota sem að horfir yfir borð þar sem að hægt er að sjá húnaflóan en tæki bæti síðan flóabardaganum runni við ofan á það sem að við nemum með augunum. Og ef þú horfir í iPadin þá ertu að fylgjast með og taka þátt í flóabardaga. Á efri myndinni er þarna svolítið framúrstefnuleg gleraugu en það er svona álitið að þessi tækni muni færast að mestu leyti yfir í gleraugu sem menn ganga þá með og sjá ef þið vilja einhverja viðbót birtast þar á skjánum og þessi mynd er frá Apple. Í síðan daglega lífinu erum við að nota þessa tækni, við kannski þekkjum hann ekki undir þessu nafni, en þetta er sama tæknin við erum að nota til dæmis í að búa til filtera fyrir okkur á Snapchat og annað þess háttar, þar sem hún bætir einhverju við og frægasta dæmi svona síðustu mánaða er nú sennilega þessi ágæti lögmaður sem mætti sem köttur í dómsal og kunni ekki að slökkva á því. Það er það sem þessi tækni getur gert, hún getur rauninni lagt svona einhverja filtera ofan á það sem við sjáum í raunveruleikanum og þetta finnst okkur mjög spennandi og skemmtilegt að hugsa varðandi miðlun á sögu. Næstu nýsköpunarverkefni hjá okkur, því við viljum vera nýsköpunardrifin, er gagnvirk bók sem þetta sýnir ykkur aðeins frá vídeó eftir og er nýkomin í hús hjá okkur og er svona í pröfun, en orðin hluti af sýningunni.
Við erum síðan að vinna hérna stafræna hljóðleiðsögn með þessum viðbótarveruleika, þar sem að gestir skanna kóða og fá upp hljóðskrár, geta fyllt sýningunni sem sagt með rauninni svona hefðbundinni hljóðleiðsögn en fá þá þessa viðbótar grafísku leiðsögn getum við sagt, einhvers konar stafrænn leiðsögumaður sem fylgir með. Og þetta erum við að prófa núna og þetta er svona detta inn á sýninguna hjá okkur fyrir sumarið og við ætlum síðan að fara með þetta út úr húsi og gera tilraunir á þessu víðar Skagafjörð til að byrja með á sögustæði Sturlungu. Þetta eru þeir síðan miklu víðar á landinu og þetta er síðan verkefni sem við sjáum fyrir okkur að verði yfirfæranlegt yfir á aðra sögu og aðra staði út í náttúrunni þegar þetta verður tilbúið. Við erum í þannig umhverfi að hér gera hlutirnir frekar hratt, tæknibúnaður er að verða fullkomnari og ódýrari en líka fljótur að úrheldast. Aukið gagnamagn í fjarskiptum mun breyta miklu þetta hjá okkur og við erum komin á stað í alþjóðlegt samstarf að nota þennan sýndarveruleika víðar og erum með marga góða samstarfsaðila í því. Þannig að við sjáum fyrir okkur að þessi tækni muni koma meira og meira inn í okkar daglega líf sem ferðalanga og í menningar tengdri ferðaþjónustu kannski sérstaklega og við höfum áhuga á að vera framarlega í því leið og við erum að þjóna okkar gesti vel hér í húsi hjá okkur og auðga hér menningarlífið í leiðinni eins og ég talaði um. Hér er myndir til dæmis þar sem erum frá Ítalíu í marrétt þar sem við erum búin að taka eitt bæ og setja hann inn í þennan hægra megin setja hann inn merkingar þannig að þú getur séð hvað er í þessum húsum á þess að þurfa að fara þar og lesa á einhverja glugga eða fletta upp einhverjum síðum bara berð símann upp á húsinu þá sérðu hvað þarna er og sama er þarna niðri þar sem þú getur verið að horfa á hluti, minjar, gamla hluti sagnfræðilega mikilvæga og símyndin eða snjalltæki eða gleraugun eða hvað bætir þá við upplifunina og bætir rauninni inn í það sem að vantar til að sýna þér. Og þetta auðvitað getur hjálpað til að miðla sögu minjar án þess að þurfa að fara í framkvæmdir. Þannig að þetta er svona aðeins tæknina sem við erum að nota hvernig við erum að nálgast verkefnið. Við erum auðvitað fyrst og fremst að miðla Sturlungasögu, erum mjög trú henni og vinnum með hana. Þú getur lesið hana hér upp á veggjum án þess að fara í einhver tæknidæmi en við hins vegar nýtum tæknina vel til þess að bæta við upplifunina og miðla sögunni þannig. Hér ætla ég að láta rúlla síðustu 2 mínúturnar, lítið vídeó sem er svona yfirleitt yfir sýninguna hjá okkur til þess að mann glöggvi sig svona aðeins að því hvernig þetta lítur út. Þessum hringskjá erum við að fræðast Haugsnesbardaga og síðan þarna til hliðar á veggjónum eru textar bardagana. Þarna er þessi augmented reality partur sem ég talaði þar sem að menn skoða flóabardaga og taka þátt í honum svona á ákveðinn hátt. Þarna er þessi bók sem ég nefndi við ykkur áðan sem er sem sagt Sturlungarunni komin stafræn og þetta verkefni unnum við með Gagarin þar sem að þú getur bæði skoða meira með því að ýta á hnappa í bókinni og sömuleiðis blett bókinni og þá færðu nýjar upplýsingar. Þessi hluti sýningarinnar fókuserar á þennan bókmenntaarf sem er þetta mikilvægur. Þarna er hægt að stíga inn í leikmynd af flugumýri eins og hún gæti hafa litið út þegar það gekk sem mest á. Þarna eru síðan endurgerðir af vopnum og fatnaði frá þessum tíma og síðan fer þetta með okkur kringum þessa muni sem ég nefndi hérna áðan, endurgerðir auðvitað allt saman af munum og svo förum við þarna inn í þetta sýndarveruleika herbergi þar sem að gestir hitta Sturlu Sighvatsson fyrir og eru teknir með í ferðalag aftur í tímann til þess að kynnast í hvernig aðstæður getur hafi verið árið 1238 þegar sem mest gekk á. Þannig að þetta er svona örlítil yfirferð yfir hvernig þetta lítur út hjá okkur. Það er sem betur fer að svona lifna aftur allt saman eftir þetta ástand síðustu mánaða. Við erum hér með fullt hús af grunnskólanemendum í skólafræðilagi þessa dagana. Fáum hér einhver 600-700 nemendur núna nokkrum vikum í heimsókn sem er
frábært og svo vonandi fáum við góðan hóp Íslendinga aftur til okkar og síðan erlendra ferðamanna þegar allt fer í gang og við lítum því bara mjög björtum augum fram á veginn og ætlum að halda áfram í á fullri ferð í þessari vegferð okkar sem ég er búinn að lýsa. Þá held ég stoppi þetta. Takk fyrir þetta. Já, ég er hérna. Takk kærlega. Þetta er alveg ótrúlega spennandi og ég er bara mjög spennt ég var spennt fyrir að heimsækja ykkur en þetta er alveg nýr heimur þarna fyrir mér allavega og þessi viðbóta veruleiki hljómar mjög spennandi. Bara einhvern veginn eins og lýstir bæði menningarminjar og maður geti alveg séð fyrir sér líka bara staðhætti þegar þú ferð landið og ferð upplýsingar fjöll eða ýmislegt. Þannig að þetta hljómar mjög spennandi. Það er margt þarna sem við eigum eftir að skoða og vinna í á komandi misserum held ég. Já, þetta er glæsilegt, bara til hamingju með þetta. En það er komið að lokum hjá okkur í dag og en við verðum aftur á morgun og þá ætlum við að ræða nýsköpun í hönnun og listum og fáum til okkar góða gesti. En mér langaði einnig að lokum að minna á nýsköpunarferðalagið okkar sem er aðgengilegt á heimasíðum okkar og Facebook. þar sem hægt að kíkja inn í heimsóknir og skoða stuðningsumhverfi frumkvöðla víða á Norðurlandi. En við þökkum bara kærlega fyrir í dag. Þetta var bara mjög skemmtilegt og sjáumst á morgun.